Já. Góðan daginn, gott fólk. 68. fundur sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar haldinn hér í Þingey. Fundardagurinn 13. nóvember, klukkan 2. Fundinn sitja Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir. Arnór Benónsson fjarverandi en í staðinn situr fundinn Guðrún Sigríður Tryggvadóttir, afsakið. Halldór Bóasson fjarverandi en varmaður hans því miður boðaði skyndilega forfall. Ég ætla að byrja að spyrja hvort einhver gerir athugasemdir við boðun fundarins. Það hreyfir enginn við því. Og já, afsakið, hér vitleysa. Í forföllum Eyþórs Kára þá hér Einar nokkur Kristjánsson. Það finnst afsökunar á þessu. Við byrjum á því að renna yfir nokkur mál sem óskað eftir að taka á fundarliði sem óskað eftir að taka á dagskrá með afbrigðum. Og það liður númer 4 sem fundargerð 30. fundar umhverfisnefndar. Þau sem geta samþykkt að taka þetta á dagskrána vinsamlegt geðmerki. Næst liður 5 sem skýrsla sveitarstjóra. Þau sem samþykkið hann komin í dagskrárgeðmerki. Það samþykkt samhljóða, rétt eins og hitt áðan. Liður 13 fundardagatal sveitarstjórnar 2025 til 2026. Þau sem geta samþykkt það vinsamlegt geðmerki. Það samþykkt samhljóða. Liður 14 Bjarmalíð styrkbeiðni. Þau sem geta samþykkt að taka það inn á dagskrá vinsamlegt geðmerki. Það samþykkt samhljóða. Liður 15 Veiðifélag Fnjóskára aðalfundur 2024. Þau sem geta samþykkt að taka það inn á dagskrá vinsamlegt geðmerki. Það samþykkt samhljóða. Ég set ekki eins og hendurnar niður á milli. Liður 16 Byggður á bú umsögnum styrk vegna nýrrar útgáfu búkollu. Þau sem geta samþykkt að setja það inn á dagskrá vinsamlegt geðmerki. Það samþykkt samhljóða. Liður nr. 17 GG 2023 EHF boðun auka hluthafafundar vegna hlutafjáraukningar. Þau sem geta samþykkt að setja það inn á dagskrá vinsamlegt geðmerki. Það samþykkt samhljóða. Og liður 30 Laugafiskur athugasemdir frá íbúum og eigendum fasteigna vegna starfsemi fyrirtækisins. Þau sem geta samþykkt að setja það inn á dagskrá vinsamlegt geðmerki og það samþykkt samhljóða. Og að lokum liður 31 Litlaströnd samningur uppsögn samnings seyrulósun. Þau sem geta samþykkt að setja það inn á dagskrá vinsamlegt geðmerki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að fyrsta máli sem 30. fundur fræðslu- og velferðarnefndar Þingeyjarsveitar fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 30. fundar fræðslu- og velferðarnefndar auka fundar frá 30. október. Fundargerðin í einum liði sem krefst ekki afgreiðslu sveitarstjórnar. Ragnhildur ætlar að kynna hana. Takk. Takk, oddviti. Já, þessi fundur snerist einungis gjaldskrár sem að heyra undir fjölskyldusvið. Þarna var að ræða gjaldskrá tónlistarskóla, gjaldskrá heimaþjónustu, gjaldskrá leikskóla, gjaldskrá mötuneytis og skólavistun og gjaldskrá leigu á skólahúsnæði og tækjum og gjaldskrá íþróttamiðstöða. Þessar 5 fyrstnefndu, þær voru allar samþykktar. Við þurftum aðeins að við samþykktum gjaldskrá íþróttamiðstöða með áorðnum breytingum með fyrirvara. Þarna átti eftir að eiga sér stað fundur við framhaldsskólann Laugum þar sem að hluti gjaldskrár fellir undir hann og sá fundur honum lokið, niðurstaða fengin og gjaldskrá sveitarfélagsins því samþykkt með áorðnum breytingum eins og áður sagði og það snýr nú að því að við ætlum við lögðum til að eldri borgarar og öryrkjar fái aðgang án endurgjalds og eldri borgarar miðast við 67 ára aldur. Það var einnig mun þá falla niður sameiginlegt kort í íþróttamiðstöðvar. Hækkunin sem ræðir 3,4% og 2,5% fyrir barna, fjölskyldur og íbúa viðkomandi stöðu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Vill einhver taka til máls þessa fundargerð? Þau sem geta staðfest þessa fundargerðin sem geðmerki. Samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá fundargerð 29. fundar umhverfisnefndar.
Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 29. fundar umhverfisnefndar frá 27. nóvember sem í 4 liðum og engin liður þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Árni Pétur ætlar að kynna fundargerðina. Oddviti ágæti sveitarstjórnarmenn, þetta var snarpur og góður fundur hjá okkur. Það sem sagt fyrsti liður á dagskrá að það var útboð skogg fyrir sorphirðunni og við sem sagt vorum að fara yfir útboðsgögnin og þetta farið frá okkur núna, þannig já, nú vonaði að auglýsingin færi nú bara að birtast, þannig að þetta allt saman á góðri vegferð. Nú annar liður að það var sem sagt að fara yfir hvernig kynningar átakinu verið hagað það þegar að við förum að kynna það hvernig þetta kemur nú allt saman til með að virka, hvaða ítarefni verið búið til og hvernig sveitarfélagið sendir það frá sér og kemur að þessum kynningum. Nú svo var úr aðalskipulagi Þingeyjarsveitar, við fengum umsagnarbeiðni þar sem að við erum bara vísum til minnisblaðar sem við gerðum skógrækt á fyrir fundi og síðan skemmtimálið á Kollóttaöldu og Hólasandi. Þetta svona, ég held að Umhverfisstofnun sé orðið bara með fastlaunasamning við það að koma og hafa eftirlit með stað sem er búið að loka á. En gengur illa að klára lokunna vegna þess að það alltaf eitthvað smá sem stendur út af. Þetta eru nú ekki ódýrar heimsóknir frá þeim en vonandi það nú komið í höfn núna og fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Vil einhver taka til máls varðandi þessa fundargerð? Svo ekki þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð vinsælast gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Þriðji liður fundargerð 27. fundar íþrótta- og tómstunda menningarnefndar Þingeyjarsveitar en fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 27. fundar íþrótta- og tómstunda menningarnefndar frá 3. nóvember síðastliðnum. Fundargerðin í 12 liðum og þarnast 11 liðir afgreiðslu sveitarstjórnar og eru sérliðir á dagskrá fundarins. Sá liður sem út á stendur kynning það sem að nefndin fékk á áskýrslu lögð var til kynningar áskýrsla Héraðssambands Þingeyinga fyrir 2024 ásamt samþykktum tillögum ársþings. Að öðru leyti og nefndin bókaði það sem hún þakkaði Háastátt fyrir greina góða áskýrslu. Vill einhver taka til máls varðandi þennan hluta skýrslunefndarinnar, það að segja það sem ekki til umfjöllunar síðar í dag. Svo ekki og getið þið þá staðfest þetta. Það samþykkt samhljóða. Næsta mál númer 4 á dagskrá 30. fundur umhverfisnefndar. Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 30. fundar umhverfisnefndar sem haldinn var 13. nóvember. Fundargerðir í 3 liðum og liður 1 og 3 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Árni Pétur, vilt þú kynna þennan eina lið sem út á stendur? Það þá bara seinasti liðurinn í raun og veru. Nei, miður. Ekki miður. Nei, það samráðshópur loftslagsráðstefnu sem ég þá að kynna. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk, nú liður 1 og 2 að þeir koma til samþykktar á eftir eins og Knútur kom inn á áðan, þannig að út af stendur þá einn liður sem samráðshópur loftslagsstefnu Norðurlands Eystra. Þetta sem sagt fyrir fundinum liggur fundargerð frá samráðshóp SSNE sameiginlega loftslagsstefnu. Nú náttúrulega búum við það vel í okkar sveitarfélagi að við eigum loftslagsstefnu sem við erum búin að samþykkja og það ekki svo öll sveitarfélög. En þetta hins vegar það flókin og stór mál að við auðvitað fögnum því bara hjá nefndinni að þetta verið unnið í eitthvað aðeins stærra mengi og það náttúrulega frábært ef að hvert og eitt sveitarfélag þurfi ekki að leggja í alla þessa miklu vinnu sem heldur að það sé til einhver grunngögn sem að menn geti sótt sér upplýsingar í til þess að auðvelda sér vinnuna og geti þá aðlagað síðan að hverju og einu sveitarfélagi eftir þeim aðstæðum. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Árni Pétur. Vill einhver taka til máls þetta? Svo ekki þau ykkar sem geta staðfest fundargerð hundarinnar, þar að segja að frátöldum þeim liðum sem koma hér fyrir eftir vinsælast gefur merki.
Það er samþykkt samhljóða. Næsti liður skýrsla sveitarstjóra. Gjörður, gjör svo vel. Oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það sem að helst hefur svona verið á döfinni, ég ætla að fara yfir það með ykkur. Nú, fyrst að telja íbúar sveitarfélagsins eru 1603 í dag og svipað og þegar síðast var, þegar talning var skoðið síðast. En til að byrja með það vil ég bjóða nýja starfsmenn hjá sveitarfélaginu velkomna. Skólar og leikskólar eru fullmannaðir eftir þó nokkra ráðningar. Hafliði Emil Barðarsson hefur verið ráðinn til áhaldahússins. Gunnhildur Hinriksdóttir hefur verið ráðinn í starf verkefnastjóra íþrótta, tómstunda og menningarfulltrúa. Og í október hóf störf hjá okkur Brynja Dögg Ingólfsdóttir, skipulagsfulltrúi. Nú Ingimar Ingimarsson, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs, hefur sagt starfi sínu lausu og mun láta af störfum áramótin. Nú, vinna við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins á hug okkur allan þessa dagana og þar fyrir utan eru ýmis verkefni í gangi og má það nefna að sótt var í framkvæmdasjóð ferðamannastaða þann 4. nóvember, þegar umsóknarfrestur rann út og það var sótt fyrir 4 verkefni á vegum sveitarfélagsins sem öll eru á áfangastaða áætlun Norðurlands. Þessi 4 verkefni eru, það er aðgengið að Aldeyjarfossi og Hrafnabjargafossi, lagning stíga og lagfæring vega að fossónum, merkingar og aðstæð fyrir ferðamenn og fleira og markmið þess verkefnis er áframhaldandi uppbygging við Aldeyjarfoss og Hrafnabjargafoss, bætt aðgengi og öryggi ásamt því að vernda svæðið. Göngu og hjólastígur við Mývatn, það er áfram sótt fyrir það verkefni. Næsti áfangi snýst að koma upp viðvörunarmerkingum á þeim stöðum þar sem helst talin þörf á út frá öryggi þeirra sem fara stíginn og eins að koma þverunum eða ganga frá þverunum og yfir þjóðveg og brúm. Viðhald og endurnýjun göngustíga og öryggismál við Höfða í Mývatnssveit var 3. verkefnið. Markmið þess er að lágmarka ágang ferðamanna utan merktra gönguleiða með því að bera möl í stíga og afmarka gönguleiðir með böndum og þá er sérstaklega hugað aðgengi fyrir alla. 4. verkefnið að Þeistareykir, þar hefjast framkvæmdir samkvæmt deiliskipulagi sem var klárt vorið 24 og meginmarkmið þess verkefnis er að vernda hverasvæðið en jafnframt auðvelda aðgengi ferðafólks að svæðinu. Fyrsti áfangi í verkefninu er lagning stíga hverasvæðið og bílastæði. Þess maður geta að þar fyrir utan er sótt 3 verkefni í sveitarfélaginu, verkefni sem eru á höndum einkaaðila og það er Vegeirsstaðaskógur, Grjótagjá og Hveraröndin. Og öll þau svæði eru einnig á áfangastaðaáætlun Norðurlands. Nú lokaskýrsla framtíð ferðaþjónustu í Þingeyjarsveitar var kynnt 28. október síðastliðinn. Skýrslan var unnin í samstarfi Þingeyjarsveitar, Mývatnsstofu og Markaðsstofu Norðurlands og felur í sér greiningu á stöðu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu ásamt aðgerðaráætlun til frekari þróunar greinarinnar. Opin vinnustofa var haldin síðastliðið vor til að fá fram sjónarmið íbúa, fulltrúa ferðaþjónustu fyrirtækja og sveitarstjórnarfulltrúa framtíðar uppbyggingu og markaðssetningu ferðaþjónustunnar í sveitarfélaginu. Niðurstöður skýrslurnar byggja ekki síst á þeim sjónarmiðum sem komu fram á vinnustofunni og verður skýrslan birt á heimasíðu Þingeyjarsveitar á næstu dögum. Nú farsældarráð Norðurlands eystra var stofnað við hátíðlega athöfn á Akureyri 30. október. Markmiðið með ráðinu er að börn og foreldrar geti fengið aðgang að samþættri þjónustu við hæfi og án hindrana. Í ráðinu situr einn fulltrúi frá hverju sveitarfélagi landshlutans en þau eru 11 talsins, Akureyrarbær, Dalvíkurbyggð, Eyjafjarðarsveit, Fjallabyggð, Grýtubakkarhreppur, Hörgársveit, Langanesbyggð, Norðurþing, Svalbarðsstrandarhreppur og Þingeyjarsveit. Einn fulltrúi í ráðinu frá HSN, einn frá lögreglunni á Norðurlandi eystra, framhaldsskólarnir eiga einn fulltrúa og svo er einn fulltrúa frá sjúkrahúsinu á Akureyri og svæðisstöð íþróttafélaga ISI og UMFI.
1 fulltrúi er ungmennaráði og 2 úr foreldraráðum af svæðinu. Sveitarstjóri undirritaði samstarfssamninginn fyrir hönd Þingeyjarsveitar og farsælda fulltrúi sveitarfélagsins er Hjördís Albertsdóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs. Í október voru haldnir kynningafundir tillögu aðalskipulags sveitarfélagsins og fóru þeir fram í Ídölum, Skjólbrekku og í Stórutjarnaskóla. Fundirnir voru almennt mjög vel sóttir og voru íbúar hvattir til að senda inn umsagnir fyrir 16. nóvember og nú hefur rafrænni kynningu einnig verið bætt við og er hann að finna á heimasíðu Þingeyjarsveitar. Síðan er hafin vinna við styrk umsókn í C1, framlög til sértækra verkefna sóknar áætlunar svæða og þar sem sótt verður styrk til að þróa og vinna að bættri þjónustu við eldra fólk í sveitarfélaginu. Haustþing SSNE var haldið í lok október og var það haldið rafrænt að þessu sinni, þar sem bæði sveitarstjóri og kjörnir fulltrúar til ársþinga SSNE sátu þingið. Nú byggðaráðstefnan 2025 var haldin í Skjólbrekku 4. nóvember og sátu oddviti og sveitarstjóri ráðstefnuna. Yfirskriftaráðstefnunar í ár var félagslegur fjölbreytileiki samfélaga, jafnvægi, áskoranir eða vannýtt sóknarfæri, spurningamerki. Daginn eftir hófst 2 daga haustþing landshlutasamtakanna, einnig í Skjólbrekku, og fékk sveitarstjóri tækifæri til að ávarpa ráðstefnugesti sem komu frá landhlutasamtökum land allt og boðið var upp á vettvangsferð til að skoða mýsköpun, jarðböðin og gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs í Gíg og var afar mikil ánægja með ferðina. Nú þetta er svona það helsta og óþarfi að vera að telja upp svona alla minni fundi og þess áttar, en eins og hér kemur fram að þá er bara mikið að vera hjá okkur og fullt af góðum og þörfum verkefnum í gangi og ég þakka fyrir mig. Þakka þér fyrir þetta, Gerður, og þakkir til þín sem og annars starfsfólks sveitarfélagsins. Vill einhver heiðar taka til máls þetta erindi, þennan flutning? Svo er ekki. Næsta mál á dagskrá er beiðni lausn frá störfum í umhverfisnefnd, en fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá Garðari Finnssyni lausn frá störfum í umhverfisnefnd. Vill einhver heiðar taka til máls það? Svo er ekki. Með leyfi varaoddvita Garðar hefur beiðst lausnar í samræmi við 49. grein sveitarstjórnarlaga og það er gaman að geta þess að þetta mun ekki raska þeim kröfum sem eru varðandi kynjahlutföll, þar sem að hlutföllin verða ennþá 3 og 2. Til að bókun er þannig: sveitarstjórn samþykkir lausnarbeiðni Garðars og þakkar honum farsælt samstarf. Í stað Garðars tekur sæti í nefndinni 1. varamaður Jóhanna Björg Jóhannsdóttir. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun íslensk geðmerki. Og mál nr. 7 er barnaverndarþjónusta Eyjafjarðar, samningur Akureyrarbæjar og Langanesbyggðar og Norðþings, Tjörneshrepps og Þingeyjarsveitar. Fyrir sveitarstjórn liggur til annar umræðu breyting á samstarfssamningi sveitarfélaga á Norðurlandi eystra barnavernd. Breytingi snýr að því að 2 sveitarfélag á Norðurlandi sem ekki voru aðilar að samningnum, Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð, hafa nú sótt aðild og gildir svo aðild frá desember 2025 og út árið 2026. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þetta samstarf, með leyfi varaoddvita, þetta samstarf er tilkomið vegna kröfu barnaverndarlaga lágmarksviðmið í fjölda og sem gerir það verkum að aðilar hér austan og Vaðlaheiðar sem hefðu áður verið í samstarfi þetta gengu í eina samning með Eyjafirði og bara hið besta mál. En tillaga bókun er að sveitarstjórn samþykkir samning 11 sveitarfélaga í umdæmi barnaverndarþjónustunnar á Norðurlandi eystra og felur sveitarstjóra að undirrita hann fyrir hönd sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun íslensk geðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta mál er nr. 8, félag eldri Mývetninga óskum styrk. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá félagi eldri Mývetninga rekstrarstyrk á árinu upp á krónu 450.000. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þið verður bara að segja mér ef ég er fljótur að klippa á þetta.
En tillaga bókun hljómar svo: sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og vísar því til fjárhagsáætlunar gerðar. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefa merki. Mál númer 9 er flugklassinn, staða millilandaflugs Akureyrarflugvöll eftir fylgni áskorunar sveitarfélaga á Norðurlandi. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Markaðsstofu Norðurlands varðandi flugklassan ER66N og eftir fylgni áskorunar sveitarfélaga Norðurlands að millilandaflugi Akureyrarflugvöll. Hellingur taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, en hér kemur löng og falleg bókun. Tillaga bókun: sveitarstjórn samþykkir áframhaldandi stuðning við flugklassan að fjárhæð 500 krónur á íbúa í sveitarfélaginu og vísar erindinu til fjárhagsáætlunar gerðar. Sveitarstjórn lýsir yfir stuðningi við áframhaldi uppbyggingu og markaðssetningu Akureyrarflugvallar sem annan valkost þeirra sem fljúga til og frá landinu. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefa merki, og það er samþykkt með 7 atkvæðum. Samþykkt með 7 atkvæðum. Einhver á móti. Halldór situr hjá, viltu gera grein fyrir því eitthvað? Nei. Þá er það afgreitt. Næsta mál er þá númer 10, Þurrkveri hf. Aðalfundur 2025. Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð stjórnar atvinnueflingar Þingeyjarsveitar frá 7. nóvember síðastliðinn, þar sem samþykkt var að Jóna Björg Hlöðversdóttir færi með umboð félagsins á aðalfund Þurrks hf. sem haldinn verður í Ítölum 10. nóvember klukkan 12. Þetta er löngu liðið. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Þá er til að bókun svona: sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu stjórnar atvinnueflingar Þingeyjarsveitar. Þau sem geta samþykkt þessa bókun sem skeið merki, það er samþykkt samhljóða. Mál númer 11 er heildarsamningur sveitarfélaga við STEF, félagasamtök tón- og textahöfunda á Íslandi, hefur óskað eftir viðræðum við sambandi íslenskra sveitarfélaga gerð rammasamnings greiðslu leyfisgjalda fyrir leyfi til flutningstónlistar hjá sveitarfélögum landsins og stofnunum þeirra. Málið var tekið fyrir á fundi í stjórn sambandsins þann 12. september síðastliðinn í tengslum við þá umræðu bókaði stjórn eftirfarandi: stjórn samþykkir að leitað verði til sveitarfélaga afstöðu til þess hvort að sambandið eigi að vinna að heildarsamningi við STEF fyrir hönd þeirra. Með vísan til framangreinds er óskað eftir afstöðu sveitarfélagsins til þess hvort að það óski eftir að sambandið vinni að heildarsamningi við STEF fyrir hönd sveitarfélagsins. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er lögð fram tillaga bókun: sveitarstjórn samþykkir að óska eftir því að sambandið vinni að heildarsamningi við STEF fyrir hönd sveitarfélagsins. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun sem ekki merkið það samþykkt samhljóða. Mál númer 12, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmda sviðs, uppsögn á starfi. Fyrir sveitarstjórn liggur uppsagnarbréf frá Ingimar Ingimarssyni þar sem hann segir upp starfi sínu sem sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmda sviðs. Og bjóð ykkur að taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. En þá liggur fyrir tillaga bókun: sveitarstjórn þakkar Ingimar Ingimarssyni fyrir góð störf í þágu sveitarfélagsins og óskar honum velfarnaðar á nýjum starfsvettvangi. Já, þarna akkurat sveitarstjórn felur sveitarstjóra að vinna að undirbúningi í ráðningar sviðsstjóra. Þau ykkar sem geta samþykkt og tekið undir þessar þakkir vinsamlegast gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsti liður er 13 fundadagatal 2025 til 2026. Í útgefnu fundadagatali fyrir árið 2025 sem birtir á vef Þingeyjarsveitar eru næstu fundir sveitarstjórnar áætlaðir 20. nóvember og 4. desember. Sveitarstjórn óskar eftir að breyta fyrrgreindum fundadögum í 27. nóvember og 11. desember. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Hér liggur fyrir tillaga bókun þar sem sveitarstjórn samþykkir breytingu á fundadögum sveitarstjórnar í nóvember og desember. Þeir verða 27. nóvember og 11. desember og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að birta uppfært fundadagatal á heimasíðu sveitarfélagsins. Mál númer 14, þau ykkar sem geta samþykkt þessa breytingu á fundadagatalinu vinsamlegast gefa merki. Oddviti þakkar fyrir ábendingar fundastjórn og ágalla á þeim.
Mál númer 14 er Bjarmahlíð styrkbeiðni. Fyrir sveitarstjórn liggur styrkbeiðni frá lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra varðandi árlegt framlag til Bjarmahlíðar þolendamiðstöðvar. Óskað er eftir framlagi að krónur 600.000. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Tillaga bókunar er því þannig: sveitarstjórn tekur jákvætt erindið og vísar því til fjárhagsáætlunargerðar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefi merki. Samþykkt samhljóða. Mál númer 15 Veiðifélag Fnjóskár, aðalfundur 2024. Fyrir sveitarstjórn liggur boð á aðalfund Veiðifélags Fnjóskár 2024. En hann verður haldinn miðvikudaginn 27. nóvember í Skógum í Fnjóskadal. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Tillaga bókun er því svo: sveitarstjórn felur Ósk Helgadóttir að fara með atkvæði sveitarfélagsins á fundinum. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefi merki. Svo ætla ég ráðleggja fundargestum að skipta hendi stöku sinnum til þess að ekki strengi. Mál númer 16 Byggður og bú, umsóknum styrk vegna útgáfu nýrra búkollu Jónabjörg. Hefur borið fram vanhæfi í meðferð þessa máls og þau ykkar sem geta samþykkt vanhæfi Jónabjörgar vinsamlegast gefi merki og það er samþykkt samhljóða. Hún Jóna gengur að fundi í 14:27. Þá sem sagt fyrir sveitarstjórn liggur styrkbeiðni frá Búnaðarsambandi Suður Þingeyinga vegna útgáfu nýrrar byggðar og bú bókar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Árni Pétur. Já, oddviti og getur sveitarstjórnarmenn. Þetta er nú kannski fyrst og fremst þess að gefa oddvita aðeins andrými. Ég hef nú svo sem ekkert mikið málið að segja. En þetta er auðvitað frábært framtak og náttúrulega umfangið við það að gefa út svona bók er náttúrulega ofboðslegt. Það að safna öllum þessum upplýsingum, taka allar þessar ljósmyndir, þannig að þetta dettur ekkert að himnum ofan og alveg ljóst að kostnaðurinn fer náttúrulega langt fram úr því sem að menn geta haft inn fyrir sölubókinni. Þannig að það eru auðvitað okkar allra, þetta eru ákveðin menninga starfsemi að halda úti svona bókum og halda saman sögunni og þetta er held ég fari rétt með að þetta sé fyrsta fjórða útgáfa af svona bókaflokki á Íslandi. Þannig að þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt fyrir okkar samfélag að þetta sé gefið út og ég mæli auðvitað með því að við styrkjum þetta Þingeyjarsveit bara rausnarlega. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Árni Pétur. Þetta var tímabært að fá sér sopa. Er einhver fleiri sem vilja taka til máls þetta mál? Þá liggur hér fyrir tillaga bókun. Sveitarstjórn tekur jákvætt erindið og vísar því til fjárhagsáætlunargerðar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefi merki. Samþykkt samhljóða. Þá er spurning að kalla Jónu inn á fundinn aftur. Jóna kemur inn á fundinn 14:29. Næsta mál varðar GG 2024 EHF boðun auka hluthafafundar vegna hlutafjáraukningar. Fyrir sveitarstjórn liggur boð á auka hluthafafund GG 2025 EHF vegna hlutafjáraukningar sem haldinn verður fimmtudaginn 20. nóvember. Já, ok. Þá vill einhver taka til máls undir þessu lið. Svo er ekki, en tillaga bókun er að sveitarstjórn felur Jónu Björgu Hlöðversdóttur að fara með atkvæði sveitarfélagsins á fundinum. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefi merki. Samþykkt samhljóða. Þá fer nú að ekki að sé á seinni hlutann. Mál númer 18 varðar atvinnuveganefnd. Umsögn 136. mál flýti framkvæmd vatnsaflsvirkjana. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar 137. mál frá nefnda- og greiningarsviði Alþingis frumvarp til laga flýtiframkvæmd
vatnsaflsvirkjana. Frestur til að senda inn umsögn er til 13. nóvember næstkomandi. Þetta lagt fram hér til kynningar, ekki satt. Næsta mál nummer 19. Ungmennafélagið Efling, umsókn styrk til starfa félagsins á 27. fundi íþrótta- og tómstunda menningarnefndar þann 3. nóvember síðastliðinn var tekin fyrir umsókn rekstrarstyrk frá ungmennafélaginu Eflingu. Eftirfarandi var bókað. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að ungmennafélagið Efling hljóti styrk til íþróttastarfs að upphæð 655.000. Vill einhver taka til máls? Svo ekki. Til að bókun hljóða þannig: sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar. Styrkurinn greiðist af 06.810. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vísilega skeiðmerki, það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 20 hestamannafélagið Þjálfi, umsókn styrk fyrir reiðnámskeið. Á 27. fundi íþrótta-, tómstundar og menningarnefndar þann 3. nóvember síðastliðinn var tekin fyrir umsókn styrk frá hestamannafélaginu Þjálfa til að halda reiðnámskeið. Eftirfarandi var bókað. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að hestamannafélagið Þjálfi hljóti styrk að upphæð 95.000 vegna reiðnámskeiðs. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Til að bókun svona: sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar. Styrkurinn greiðist af 06.810. Þau sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega skeiðmerki, það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 21 varðar Músík í Mývatnssveit 2026, umsókn styrk vegna fyrirhugaðrar uppsetning á gamanóperu. Og nú klæði mig í puttan að segja eitthvað en ég ætla að sitja á mér. Á 27. fundi íþrótta-, tómstunda og menningarnefndar þann 3. nóvember síðastliðinn var tekin fyrir umsókn styrk fyrir fyrirhugaðri uppsetningu gamanóperu sem hluta á Músík í Mývatnssveit 2026. Eftirfarandi var bókað. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að gera samstarfssamning við Laufeyju Sigurðardóttur vegna gamanóperu í Mývatnssveit páska 2026 sem hluti á Músík í Mývatnssveit. Aðkoma Þingeyjarsveitar fælist í aðkomu að húsaleigu í Skjólbrekku. Nefndin leggur auk þess til þess við sveitarstjórn að Músík í Mývatnssveit 2026 hljóti styrk að upphæð 500.000 krónur. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Með leyfi varáðuta þá var mér bara hugsað til menningar viðburða eins og Leirhausins sem hafa átt sér stað þarna löngum og verið innansveitar komedíur. Það er spurning hvort þetta verður eitthvað svipað. En til að bókun að sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar og vísar erindinu til fjárhagsáætlana gerðar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísilega skeiðmerki, það er samþykkt samhljóða. Næsta mál einnig menningarmál seinni úthlutun styrkja. Á 27. fundi íþrótta- og tómstunda og menningarnefndar þann 3. nóvember síðastliðinn var tekin fyrir umsókn styrk frá 5 félagasamtökum, þar á meðal Kvenfélagasambandi Suður Þingeyjarsýslu vegna samstöðufundar á Breiðimýri 24. október síðastliðinn. Og eftirfarandi var bókað. Næstkomandi, þetta var afgreiðsla nefndarinnar, based for lots. Eftirfarandi var bókað. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að gera samstarfssamning við fulltrúa félagasamtakanna sem stóðu að samstöðufundi á Breiðimýri í tilefni 50 ára afmælis kvennaverkfalls. Aðkoma Þingeyjarsveitar fælist í aðkoma að húsaleigu. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Til að bókun að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Styrkur í formi húsaleigu bókast á 02.810. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísilega skeiðmerki, það er samþykkt samhljóða. Ungmennafélagið Efling, mál nr. 23, samstarfið Þingeyjarsveit. Á 27. fundi íþrótta- og tómstunda menningarnefndar þann 3. nóvember síðastliðinn var tekið fyrir erindi frá Ungmennafélaginu Eflingu þar sem óskað eftir enn frekara samstarfi við Þingeyjarsveit. Eftirfarandi var bókað. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að verkefnastjóra tómstunda, æskulýðs og menningarmála verði falið að gera samstarfssamning við ungmennafélagið Eflingu með hliðsjón af öðrum samningum við íþróttafélög í sveitarfélaginu. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Til að bókun sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar og felur sviðsstjóra fjölskyldu sviðs og verkefnastjóra tómstunda, æskulýðs og menningarmála að gera drög að samstarfssamningi við ungmennafélagið Eflingu með hliðsjón af öðrum samningum við ungmenn og íþróttafélög í sveitarfélaginu og leggja drög að slíkum samningum fyrir sveitarstjórn.
Þau ykkar sem geta samþykkt þetta vinsamlega skeiðmerki. Mál númer 24 er heilsuátak, óskum styrk til heilsueflandi samverustunda í Skjólbrekku. Á 27. fundi íþrótta, tómstunda og menningarnefndar þann 3. nóvember síðastliðinn, hvað er ég búinn að segja þetta oft? Var tekið fyrir erindi frá Auði Filippusdóttur er varða styrk til afnota félagsheimili í Skjólbrekku til heilsueflandi átaks með vikulegum tímum í vetur. Eftirfarandi var bókað. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að gera samstarfssamning við Auði Filippusdóttur heilsueflandi átak í vetur. Aðkoma þingasveitar fælist í aðkomað húsaleigu í Skjólbrekku. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Tillaga bókunin er því þannig: sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar og felur verkefnastjóra tómstunda, æskulýðs og menningarmála að útfæra styrkveitingu til heilsueflandi átaks í formi húsaleigu í Skjólbrekku einu sinni í viku í vetur. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunin vinsamlega skeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta mál, nr. 25, er Kvenfélag Mývatnssveitar óskum styrk til opins fundar málefni hinsegin fólks. Á 27. fundi íþrótta, tómstunda og menningarnefndar þann 3. nóvember síðastliðinn var tekin fyrir umsókn frá Kvenfélagi Mývatnssveitar styrk til að halda opin fund málefni hinsegin fólks. Eftirfarandi var bókað. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að gera samstarfssamning við Kvenfélag Mývatnssveitar vegna opins fundar málefni hinsegin fólks í Skjólbrekku og Reykjahlíðarskóla. Aðkoma þingasveitar fælist í aðkomað húsaleigu. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Tillaga bókunin er sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar og felur sviðsstjóra fjölskyldusviðs að formgera styrk í formi húsaleigu í Skjólbrekku. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunin vinsamlega skeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Mál númer 26 varðar menningarmál 2025 seinni úthlutun styrkja. Já, fyrirgefðu. Þetta var ekki rétt hjá mér. Ég ætla að fá að endurtaka bara atkvæðagreiðsluna til að það sé skýrt. Þau ykkar varðandi bókunina í 25. máli styrk Kvenfélags Mývatnssveitar. Tillaga bókun sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar og felur sviðsstjóra fjölskyldusviðs að formgera styrk í formi húsaleigu í Skjólbrekku. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiðmerki og það er samþykkt með 7 atkvæðum. Einhver á móti? Það er enginn á móti. Halldór situr hjá. Má bjóða að gera grein fyrir atkvæðinu. Svo er ekki. Næsta mál er, ég byrst forláts að þessu að ég fór að þatti yfir yfirstóst þetta. 27. mál, menningarmál 2025 seinni úthlutun styrkja. Á 27. fundi íþrótta, tómstunda og menningarnefndar þann 3. nóvember síðastliðinn var umsókn styrk frá Samfélaginu Sálubót vegna ferðar á alþjóðlega tónlistarhátíð í Vín í nóvember 2025. Eftirfarandi var bókað. Íþrótta og tómstund og menningarnefnd styrkir alla jafna ekki félagasamtök til utanlandsferðar en þar sem fleiri umsóknir bárust ekki leggur nefndin til við sveitarstjórn að Samfélaginu Sálubót verði veittur styrkur vegna þátttöku þeirra í alþjóðlegri tónlistarhátíð í Vín 2025 að upphæð 380.000. Samþykkt með 3 atkvæðum gegn 1. Patricia María Reimus greiddi atkvæði á móti. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Tillaga bókun hljóðar því þannig: sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar en undirstrikar að alla jafna eru utanlandsferðir félagasamtaka ekki styrktar. Styrkveitingin verður greidd á 05860. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þingaðs 27 Þingaðsveit samningar við ungmenna og íþrótta og æskulýðsfélög. Á 27. fundi íþrótta og tómstunda menningarnefndar þann 3. nóvember síðastliðinn var undir dagskrárlið nr. 3 fjallað samræmingu á samstarfssamningu milli sveitarfélagsins og íþróttafélaginu í sveitarfélaginu. Bókun nefndarinnar er svo hljóðandi: nefndin leggur til við sveitarstjórn að verkefnastjóra tómstunda, æskulýðs og menningarmála verði falið að gera samræmda samstarfssamninga milli sveitarfélagsins og íþróttafélagana í sveitarfélaginu. Vill einhver taka til máls undir þessum lið?
Svo er ekki. Tillaga bókun er því þannig: Sveitarstjórn fagnar samræmingu og samstarfssamningum við ungmenna á íþróttafélagi í sveitarfélaginu og felur verkefnastjóra tómstunda, æskulýðs og menningarmála að vinna málið áfram og leggja drög að samningum fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísinlega skeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Og liður númer 28, Dansópurinn Sporið, niðurfelling á leigu samkomuhús að Breiðumýri. Á 27. fundi íþrótta- og tómstunda menningarnefndar var tekin fyrir beiðni frá Danshópnum Sporinu að felld verði niður húsaleiga í þinghúsinu Breiðumýri vegna danssýningar sem var haldin 31. ágúst síðastliðinn. Nefndin bókaði. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að gera samstarfssamning við Danshópinn Sporið vegna þjóðdanssýningar á Breiðumýri. Aðkoma Þingeyjarsveitar fælist í aðkomu að húsaleiga á Breiðumýri. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Tillaga bókun er: sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að afgreiða styrkveitinguna sem er í formi húsaleigu í þinghúsinu á Breiðumýri og færist á 05890. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega skeiðmerki. Samþykkt samhljóða. Mál nr. 29. Talandum menninguna. Á 27. fundi íþrótta-, tómstunda og menningarnefndar var tekin fyrir styrkbeiðni frá félagi sauðfjárbænda í Suður-Þingeyjarsýslu að fjárhæð 100.000 krónur til að standa undir kostnaði við hrútasýningu sem var haldin 4. október síðastliðinn. Nefndin bókaði. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að styrkja hrútasýningu sauðfjárbænda í Suður-Þingeyjarsýslu 100.000 krónur. Vill einhver taka til máls þetta mál? Svo er ekki. Tillaga bókun er því þannig: sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu nefndarinnar. Styrkurinn færist á 05890. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísinlega skeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 30. Laugafiskur athugasemdir frá íbúum og eigendum fasteigna vegna starfsemi fyrirtækisins. Á 30. fundi umhverfisnefndar sem haldinn var 13. nóvember var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi athugasemdir frá íbúum og eigendum fasteigna í nágrenni Laugafisks. Umhverfisnefnd þakkar bréfriturum fyrir að vekja athygli á málinu. Nefndin tekur undir áhyggjur bréfritara vegna lyktar og hávaðamengunar frá fiskþurrkunarverksmiðju Samherja á Laugum í Reykjadal. Nefndin lýsir jafnframt ánægju sinni með þær aðgerðir sem fyrirtækið hefur lagst í til að draga úr mengun. Fiskþurrkun hefur verið starfrækt á Laugum síðan 1988 og veitt fjölda fólks atvinnu gegnum tíðina, en nú vinna 15 manns í verksmiðjunni. Fyrirtækið starfar eftir starfsleyfi sem Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra gefur út. Við endurnýjun leyfisins 2023 voru gerðar athugasemdir við lyktar og hávaðamengun frá fyrirtækinu og fyrirtækinu gefinn frestur til að lagfæra frávikin. Fyrirtækið hefur tekið þessar athugasemdir alvarlega og ráðist í framkvæmdir til að minnka bæði lykt og hávaða. Umhverfisnefnd hvetur Samherja til að kynna fyrir íbúum þær framkvæmdir sem ráðist hefur verið í og sem og mögulegan ávinning af þeim. Einnig hvetur umhverfisnefnd Samherja og Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra til þess að tryggja opið vöktunarferli með ávinningi framkvæmdana. Umhverfisnefnd bendir bréfriturum á að hvorki útgáfan í eftirlit með starfsleyfum er á borði nefndarinnar eða sveitarfélagsins. Heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra gefur út og hefur eftirlit með starfsleyfis skyldum aðilum. Það er því eðlilegt að hafi bréfritarar athugasemd við starfsleyfi fyrirtækisins að slíkum athugasemdum sem beint til Heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra eða fyrirtækisins sjálfs. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að haldinn verði íbúafundur hið fyrsta málefni fiskþurrkunarverksmiðju Samherja á Laugum. Á þann fund verði boðaðir fulltrúar Samherja og Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra. Jafnframt barst sveitarfélaginu, þarna er lokið tilvitnun í bókun umhverfisnefndar. Jafnframt barst sveitarfélaginu bréf frá Magma lögmannsstofu fyrir hönd umbjóðanda með athugasemdum þetta sama mál. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Sveitarstjórn tekur
undir bókun umhverfisnefndar og gerir það sinni og felur jafnframt sveitarstjóra að boða til umrædds íbúafundar sem haldinn yrði 25. nóvember næstkomandi. Þau ykkar sem geta samþykkt þetta mál vinsamlega skeiðmerki eða samþykkt samhljóða. Mál nr. 31 var það samning seyrullosun eða uppsögn á samningi seyrullosun á Litluströnd á 30. fundi umhverfisnefndar sem haldinn var 13. nóvember. Var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi uppsögn Birgis Steingrímssonar á samningi seyrullosun. Nefndin þakkar samstarfið og leggur til við sveitarstjórn að samningnum verði sagt upp. Þetta þá bara væntanlega og þá kemur hér til að bókun að felur sveitarstjóra að segja upp samningi, segja upp umræddum samningi. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skeiðmerki. Mál nr. 32 Vegagerðin kynningarfundur á nýrri leiðaáætlun landsbyggðavagna. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar ný leiðaáætlun landsbyggðavagna en Vegagerðin stóð fyrir kynningarfundi þann 30. október síðastliðinn. Einnig taka til máls undir þessum lið. Svo ekki með leið, Jóna Björg ætlar að taka til máls undir þessum lið. Já, takk Oddviti. Nú, mér langaði bara aðeins til þess að fara við þessa stöðu af því að mér hefur þótt staða strætós kannski oft verið svolítið óljós en ekki að ræða mikla breytingar á leiðakerfinu, allar síst hérna innan sveitarfélagsins. Það sem að gerist í þessum breytingum það að vera að formgera betur starfsemi strætós, til dæmis í Þingeyjarsveit sem að mér finnst mikilvægt. Það voru til dæmis stoppistöðar sem hafa ekki verið merktar og það stendur til að bæta úr því. Það sem við í bæði skipulagsnefnd sem að fyrir með umferðaröryggismál höfum verið að fjalla og áttum fund með Vegagerðinni þar sem við lýstum mikilvægi þess að strætóstoppistöðar geti þjónað íbúum sveitarfélagsins. Það er ekki margir sem geta gengið í strætó hér, þess vegna leggjum við áherslu á það að það sé plön til staðar þar sem fólk geti komið á bíl og geti tekið strætó. Og það sem gerist líka í þessum breytingum að það kemur að strætó mun keyra á flugvellinum á Akureyri. Og þannig þá komið svona krókur á móti bragði, kallast það ekki svoleiðis. Þegar eru bílastæðagjöld núna komið við Akureyrarflugvöll, að núna tökum við bara strætó til Akureyrar og tökum flugið þaðan og borgum engin bílastæðagjöld, bara smá strætó. En ég held að það sé líka bara mikilvægt fyrir okkur í sveitarfélaginu að við fylgjumst með því þegar þessar breytingar taka gildi og við reynum að kynna það hvar þessar stoppistöðvar geta verið og svo eins líka þá bara að vera og óska eftir áframhaldandi samtali við Vegagerðina sem að reka þessar landsbyggðavagna það hvernig við getum látið þetta þjóna íbúum sveitarfélagsins. Það sé ekki alltaf, það snúist ekki bara það að dekka það að sé einhver strætó milli Akureyrar og Egilsstaða. Þótt að fólk kunna eiga þetta þar á milli, það kannski helst ferðamenn en íbúar, þetta þarf að vera raunverulegur kostur fyrir íbúa til dæmis að sækja vinnu eða nám inn á Akureyri eða Húsavík frá til dæmis Mývatnssveit eða Kynninni. Og eitt af þessum mikilvægustu punktu þarna sem hefur ekki ennþá tekist að laga það að tengja strætó og almenningssamgöngur við til dæmis framhaldsskólann og Laugum. Hún stoppar strætó við eina staði og fólk getur svo bara að redda sér þaðan meðfram því á V1. Þannig að það ýmislegt sem þarf að laga en þetta svona, ég get sagt að þessu svona ákveðið skref í átt að aðeins skárri þjónustu, almenningssamgöngum og svona við getum reynt að byggja þetta upp af því að við vitum alveg að það alveg flóknar að halda upp almenningssamgöngum í að dreifbýlu samfélagi við erum í. Ef ekki ómögulegt en samt kannski. Takk fyrir þetta Jóna Björg. Þetta tek undir allt sem þú sagðir. Þetta hérna lagt fram til kynningar en engu að síður liggur hér fyrir fundinum bókun
Sveitarstjórn þakkar fyrir kynninguna. Þær breytingar sem verða næstu áramót verða kynntar á heimasíðu sveitarfélagsins, staðsetning stoppistöðva, áætlanir og hvernig tengingu við flugvöllina Akureyri verður háttað. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefa merki. Mál númer 33 er rannsóknarsetur í byggða- og sveitarstjórnarmálum, þjónusta, húsnæði og innviðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar niðurstöður könnunar sem Vífill Karlsson gerði fyrir hönd rannsóknarseturs í byggða- og sveitarstjórnarmálum þjónustu, húsnæði og innviði sveitarfélaga. Lagt hér samt til kynningar. Númer 30, vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Liður númer 34 er SSNE, þáttaka í farsældaráði Norðurlands eystra. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar erindisbréf hins nýstofnaða farsældaráðs Norðurlands eystra. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þetta er lagt hér fram til kynningar. Liður númer 35 er boð á ráðstefnu framtíðin á Bakka 20. nóvember. Fyrir sveitarstjórn liggur boð á opna ráðstefnu sem Eimur, Norðurþing, Landsvirkjun og Íslandsstofa efna til á Fosshótel Húsavík. Fimmtudaginn 20. nóvember næstkomandi, þar sem sjónum er beint að framtíð Bakka við Húsavík sem miðstöð sjálfbærar atvinnuuppbyggingar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Með leyfi varátvita þá vil ég bara hvetja bæði sveitarstjórnarfulltrúa sem og aðra að gefa þessum máli gaum, því þetta er auðvitað varðar svæðið bara verulega að framgangur þarna verði sem bestur. Þetta er lagt hér fram til kynningar. Mál númer 36 er fundargerð aðalfundar dvalarheimilis aldraðra. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð aðalfundar dvalarheimilis aldraðra fyrir 2025. Væntanlega. Já, skoðum það. Lagt hér fram til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Mál númer 37 er dvalarheimili aldraðra. Fundargerðir stjórnarfunda. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð stjórnarfundar dvalarheimilis aldraðra frá 13. nóvember ástand fylgiskjölum. Lagt hér fram til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Liður númer 38 er svæðisráð norðursvæðis fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggja til kynningar fundargerðir 100. og 19. og 120. fundarstjórnar svæðisráðs norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs frá 4. september og 13. október síðastliðinn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Lagt hér fram til kynningar. Liður númer 39, samband íslenskra sveitarfélaga, fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerðir 987. og 988. fundarstjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Lagt hér fram til kynningar. Stjórn Norðurorku. Síðasti liðurinn í dag er nr. 40, stjórn Norðurorku fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 315. fundarstjórnar Norðurorku frá 28. október síðastliðinn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Það er síðustu forvöð. Svo er ekki. Lagt fram til kynningar og þá slítum við fundi klukkan 14:54. Takk fyrir.